Fyrir 5 árum var tvítug stúlka lögð inn á lýtalækningadeild Landspítalans, brunnin í andliti og á handleggjum. Foreldrar hennar telja lækna hafa gert mistök við meðferð stúlkunnar og umönnun og hafa barist fyrir því í mörg ár að mál hennar verði rannsakað. Nú hefur sérfræðingur sem mat meðferðina eðlilega á sínum tíma dregið álit sitt tilbaka vegna nýrra gagna sem foreldrarnir hafa aflað. Lögmaður þeirra telur landlæknisembættið hafa brotið stjórnsýslulög en nú þess beðið að landlæknir ákveði hvort hann taki málið upp að nýju. Við fjöllum þetta mál hér rétt á eftir. En fyrst að meintum læknamistökum á Landspítala. Tvennt skal þó tekið fram áður en Helgi Seljan og Jón Egill Bergþórsson taka við. Sumar myndana í umfjölluninni geta reynt á þá sem viðkvæmir eru og við viljum líka taka fram að yfirmanni lýtalækningadeildar og landlækni þeim var báðum ítrekað boðið viðtal vegna málsins sem þeir afþökkuðu. Fjölskylda Astridar Rúnar Guðfinnsdóttur hefur í rúm 5 ár barist fyrir því að fá viðurkennd læknamistök sem þau telja að dóttir þeirra hafi lent í á Landspítalanum. Eftir árangurslausar tilraunir til að fá mistökin viðurkennd hjá landlæknisembætti, lögreglu og fyrir dómi urðu vatnaskil í máli þeirra síðastliðið haust þegar sérfræðingur í lýtalækningum sem landlæknir hafði fengið til að meta meðferð Astridar dró álit sitt til baka þegar hann fékk í hendur ný gögn sem hann telur vekja alvarlegar spurningar meðferðina. Afleiðingarnar hafa verið miklar. Og ég þurfti að fara í aðgerðina heim á Íslandi og hann setti húðpetlur og bætti við í eyrun, bak við eyrun, tók húð og setti Svo setti hann líka, smá. Svo þurfti ég að fara til London. Þá var sett svona augnlok á mig, eins og þú sérð. Þá var tekið úr þessi eyra og bætt við og líka. Astrid Rún núna 25 ára gömul. Hún glímir við þroskahömlun sem rakin til súrefnisskort sem hún var fyrir við fæðingu. Á unglingsaldri veiktist hún svo af flogaveiki. Ógæfan dundi yfir hádegisbil þann 11. nóvember árið 2005 en þá fekk Astrid flogakast þar sem hún var að þrífa baðkar á heimili sínu. Hún hringir í mig og hún raunlega veit ekki hvað hefur gerst nema hún segir við mig ég hef brennst. Síðan kemur sjúkrabíllinn og ég hringi pabbinar og hann kemur hlaupandi heim á vinnunni og hún sem sagt fer með sjúkrabílnum F1 í hraði niður á Borgarspítala. Kvartanir foreldra Astridar hafa frá upphafi snúist hvort alvarlegir áverkar í andliti hennar séu afleiðingar óhapsins á heimili hennar eða rangrar meðferðar á spítalanum. Þegar Astrid var lögð inn á lýtalækningadeild var henni komið fyrir í svokölluðu hitatjaldi. Sú meðferð felst í því að sjúklingur ryggur undir lömpum í miklum hita. Þau telja hana hafa beðið mikinn skaða af þeirri meðferð. Við erum búin að leita okkur upplýsingar það að það má aldrei vera í þessari þurrku meðferð og aldrei vera kveikt á lampanum sem næst andliti. Og að því að þeir eru sjúklingar oft réttir upp. Þá er þetta miklu nær. Það var kveikt á öllu. Hún í þessu hitatjaldi frá 11. nóvember til 1. desember. Og á þeim tíma sem sagt hún skaðbrennd. Það eru setta grísir á hana, vaselinggrís í maski yfir andlitið á henni, það er hvergi skráð, það er engin fyrirmæli fyrir því, það er bara myndirnar okkar sem segja það. Það var sett svo mikið á eyrað á henni að náttúrulega eyrað á henni eyðilagðist, það voru bara látnar vera grísir á eyranu, náttúrulega eyrað er bara brjósk og það var bara eyðilagt á henni, það bara úlnaði eyrað á henni. Nú var þetta á henni, það festist grísir og henni í vöranum á henni og náttúrulega kringum augun. Hún var öll orðin sárótt kringum augu, kringum varir, á eyra og það voru settar saltupplausnir, þær voru látnar liggja á og það var öll húðin undir rifin af. Það eru náttúrulega reglur, það eiga að vera húðhitamælar, þá að fylgjast með húð, það á að tryggja það að þessi blóðflæði til húðar hennar. Það var ekkert skráð og ekkert gert.
Landlæknisembættið rannsakaði meðferðina og niðurstaðan var sú að hún hefði ekki verið óeðlileg eða að yfirlæknir eða starfsfólk hans hefðu sýnt af sér vanrækslu. Sú niðurstaða byggðist að stórum hluta á áliti óháðs sérfræðings Ólafs P. Jakobssonar lýtalæknis við sjúkrahúsið í Västerås í Svíþjóð. Ólafur gerði þó athugasemdir við notkun á grisjum og sagði hana ekki hafa verið í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda, að ekki hefði mátt nota þær á þunna húð eins og undir augum og við munn. Að öðru leyti byggði hann álit sitt á gögnum sem landlæknir lét honum í té. Álit Ólafs vó aukinheldur þungt þegar lögregla rannsakaði málið eftir kæru frá foreldrum Astridar en þá þótti ekki ástæða til að gefa út ákæru í málinu. Guðfinnur og Lilja segja að greinargerð yfirlæknis lýtalækningadeildar sem var eitt af gögnum málsins hafi verið full af rangfærslum. Ítrekað sé vísað til álita sérfræðinga sem eigi að hafa skoðað hana í upphafi meðferðar en þau álit séu ýmist undirrituð af almennum læknum fyrir hönd sérfræðingana eða af lækni sem ekki hefur sérfræðimenntun. Meðal gagnamálsins eru einnig 2 læknabréf með mismunandi bréfhausum. Bréfið var upphaflega skrifað af sérfræðingi á augdeild spítalans en hann skoðaði Astrid mánuði eftir að hún útskrifaðist af lýtalækningadeildinni. Hin útgáfan er merkt lýtalækningadeild þótt skoðun hafi aldrei farið fram þar. Í svari sem foreldrar Astridar fengu við fyrirspurn hvaða starfsfólk hefði annast dóttur þeirra á lýtalækningadeild er ekki að finna nafn neins þeirra sérfræðingar sem þó starfa á deildinni. Á deildinni og það haft eftir yfirlækninum þá starfa 5 sérfræðingar í lýtalæknum, í bruna og lýtalækningum og það það sem að við viljum láta rannsaka. Akkur önnust heyri ekki stúlkuna. Yfirlæknir lýtalækningadeildar hefur sagt að sá læknir sem mest kom að málum dóttur þeirra á deildinni og tók meðal annars á móti henni og gaf fyrirmæli meðferð hafi þrátt fyrir að vera ekki sérfræðingur verið í sérnámi þegar dóttir þeirra lá inn á deildinni. Samkvæmt svari frá heilbrigðisráðuneyti og landlækni hefur umræddur maður ekki lokið sérfræðinámi nú 5 árum síðar og engin staðfesting hefur fengist á því að hann hafi verið í slíku námi. Í gögnum málsins er misræmi á milli þeirra greininga sem Astrid fékk við komu á sjúkrahúsið og sömuleiðis ber gögnum alls ekki saman hvenær hún var flutt af slysadeild og til sérhæfðrar meðferðar á lýtalækningadeild. Ein af röksendum foreldrana fyrir því að alvarlegir áverkar Astridar hafi orðið til inni á spítalanum var sú að engin sár hafi verið greind í andliti hennar þegar hún kom á spítalan. Einungis sé talað jafnan bruna í andliti og bólgur. Nema hvað í fyrra þá fáum við gögn frá Landspítalanum sem sýna það að það hafi verið greind sár. Þar segir í fyrirmælum að taka í sýni úr sárum á andliti og handleggjum en þó er ekki merkt við að það hafi verið gert. Á öðrum stað segir hins vegar að sýni hafi verið tekin og niðurstöður fengist hálfum sólarhring áður en Astrid slasaðist. Á þessu hefur ekki fengist skýring. Fyrir 3 árum fjallaði fréttaskýringaþátturinn Kompás á Stöð 2 mál Astridar Rúnar. Þátturinn fekk yfirlækni á brunadeild ríkissjúkrahússins í Kaupmannahöfn til að meta meðferð Astridar. Hann gerði athugasemdir við meðferðina og þá sérstaklega notkun á grisjum í andliti hennar. Slíkt tíðkaðist einfaldlega ekki þar sem hann þekkti til. Guðfinnur og Lilja segjast hafa gert athugasemdir við meðferð dóttur þeirra meðan hún lá á spítalanum en án árangus. Og við náttúrulega erum í því að berjast við að fá útskýringar og fá svör. Og það virtist bara að það eins og að væri engin samskipti á milli fólksins. Og ef maður spurði þennan þá vissi hann ekki að því hann var ekki með hana og hver var með hana, hann var farin heim. Það er náttúrulega svo margt sem við vitum núna sem við vissum ekki þá. Ég meina, læknirinn sem bara ábyrgði á henni, sérfræðingun, hann náttúrulega byrjar á því að mæta ekki þegar hún kemur. Hann er á vakt, hann mætir ekki. Þar að leiðandi sinnir hann ekki sínum starfsskyldum. Og í framhaldi af því stafa enga skráningar frá honum alla leguna. Yfirlæknirinn sem ábyrgð bar á meðferð Astridar var á sama tíma fyrir dómi vegna mistaka sem urðu á einkastofu sem hann rekur samhliða störfum sínum á spítalanum. Læknirinn var í því máli dæmdur ásamt samstarfsmanni til að greiða ungri konu rúmar 20 milljónir króna í skaðabætur. Og það finnst okkur mjög undarlegt að maður í þessari stöðu að honum skuli ekki hafa verið vikið frá meðan á þessari rannsókn stóð og þá viljum við beina spurningunni til landlæknis. Hvar er eftirlitið? Hvar er öryggi sjúklings?
Rannsókn landlæknis á meintum mistökum við meðferð Astridar lauk mitt ár 2006. Fjölskyldan hefur síðan viðað að sér gögnum og óskaði í fyrra haust eftir fundi með Ólafi P. Jakobssyni, sérfræðingnum sem vann álitið sem landlæknir byggði niðurstöðu sína á. Við komum bara með öll gögn sem við áttum og hann gaf okkur alveg rosalega góðan tíma. Hann greip höfuð og sagði, hvað eru þið með í lögunum? Ég hef ekki séð stór hluta af þessu. Eftir fundin ákvað Ólafur að óska aftur eftir þeim gögnum sem hann hafði haft til hliðsjónar við fyrri ákvörðun sína, enda taldi hann sig þá vera með fullnægjandi gögn til að veita álitið. Svar barst ekki strax frá landlækni og eftir umhugsun ákvað Ólafur að draga fyrra álit sitt til baka vegna þessara nýju upplýsinga. Það sem að foreldrar sjúklings síðan sýndu mér voru sami bréfatexti á mismunandi bréfsefni, að það voru undirskriftir sem átt að vera frá sama aðila sem voru gerðar á það mismunandi hátt, það voru greinilega fleiri aðila sem hefðu skrifað undir og það var líka misrými í tímasetningum sem að þau gátu bent á og svo var óljóst hvenær eftir skaðan sjúklingur hafði verið dæmdur af sérfræðingi með reynslu í brunameðferð. Og þetta saman tekið fannst mér vera nóg til þess að það þyrfti að skoða þetta mál frá nýju. Það ekki hægt að skrifa álit á meðan það hægt að vefengja hvað frumrit og hvað vinnuskýrsla og hvað satt og hvað logið. Mér fannst vera aðal vafamálið þegar þessi nýju gögn voru lögð fram. Hver hafði eiginlega gert sjúkdómsgreininguna og hvenær? Ólafur segist einnig vera hissa á því að ekki finnist skráningar þann tíma sem Astrid lá undir hitatjaldinu. Það vissulega svolítið skrítið vegna þess að við hitameðferð sem að stundum beitt að þá eru náttúrulega stöðugar mælingar á því hvaða hitastig undir þessum tjöldum því að það þarf að vera hægt að stýra því mjög nákvæmlega. Ólafur undrast mjög að enn í dag nær hálfu ári eftir að hann dró álit sitt til baka hafi landlæknir ekki haft samband við hann vegna málsins og ekki hafi nein rannsókn á ásökunum foreldrana. Í öðrum löndum þá myndi þetta nálgast að vera brotamál, ásakanir foreldrana. Og ef að það reynast á rökum réttur þá þetta náttúrulega mjög alvarlegt. Og það ástæða til þess að taka á því af mikill alvöru. Og ég sé ekki betur en að það hef ekki verið gert. Hálfu ári eftir að álit Ólafs var dregið til baka hafði landlæknisembættið ekki enn séð ástæðu til að tilkynna foreldrum Astridar það. Þau leituðu því sjálf eftir fundi við landlækni fyrir viku og þar lét lögmaður þeirra bóka að hann teldi að stjórnsýslulög hefðu verið brotin með þessu. Á fundinum var þeim bent á að sækja með formlegum hætti að mál Astridar verði tekið upp að nýju. Sú ákvörðun mun því bíða landlæknis von bráðar. Og það það sem við erum eldast eftir, að menn viðurkenni að þarna hafi verið mistök, af mistökunum læra menn og þetta komi ekki fyrir aftur. Þetta eftirstofnun. Og það það sem vill að landlæknissambandið gerir, að það bara hlutlaus aðili og rannsaki málin bara eins og það á að gera. Astrid var meira og minna rúmliggjandi fyrstu 2 árin eftir hún kom heim af sjúkrahúsinu og hún hefur þurft að gangast undir fjölda aðgerða. Tíðar sýkingar í augum og öndunarfærum hafa auk þess gert henni erfitt vik og orðið til þess að hún neyddist til að hætta í vinnu sem hún hafði fyrir slysið. Hún nýlega flutt aftur til heimabæjarsins Grindavíkur, þar sem hún hefur búið sér heimili í lítilli íbúð. Hún stundar nú vinnu hálfan daginn í verslun í bænum. Erfitt hvernig að upplega þetta. Þetta búið rosalega erfitt fyrir mig að þurfa að standa í þessu eins og ég góð manneskja, stelpa og erfitt fyrir mig að upplega þetta. Svo fyrst ég bara, nú get ég ekki unnið eins mikið og ég gat. Þar ég bara að vera heima út af þessu sýkingu. Þetta langar mér að vinna alla daga eins og flestir aðrir. En þetta bara svo erfitt mér að upplega þetta fyrir mig að upplega að þurfa að standa í þessu. Þetta mjög erfitt að horfa upp á barnið sitt. Þú veist, ég kalli þetta bara misþyrmingu. En þess að þarna var rangt farið með. Og þegar við vorum að reyna að grípa inn í, þá fengum við þau svör að við varum hrokafull, við vantreystum fólki, að við hefðum ekki vita á þessu. En hver útkoman?
Eins og framkom hér áðan leitaði Kastljós viðbragða yfirlæknis lýtalækningadeildar Landspítalans vegna málsins. Hann vildi ekki tjá sig það en sagði að meðferð Astridar hefði gengið að óskum miðað við ástand hennar þegar hún var lögð inn á spítalann. Geir Gunnlaugsson, landlæknir, hafnaði sömuleiðis viðtali málið á þeirri forsendu að embættið tjái sig ekki málefni einstaklinga. Hann kvaðst þó harma að láðst hefði að tilkynna foreldrum Astridar það þegar sérfræði álit Ólafs P. Jakobssonar var dregið til baka, en málið væri nú til skoðunar hjá embættinu.